Sælir kæru félagar, nú komið að því að ég kynni almennilega með vídeói hvernig slöngulausaspilið virkar. Það hefur lengi staðið til og nú aðstæður mjög þeppilegar, bara falleg birta úti og ég í ágætu stuði, þannig að við bara gerum þetta. Þeir sem hafa séð spilið og þekkja það, vita að það afskaplega litríkt og svona aðlaðandi ef menn höndla liti. Og það oft skemmtilegt fyrir börnin að fá svona svolítið gleði í hjartað. En spilið heitir, eins og þið vitið, slöngulausaspilið og er svolítið sérstakt að því leyti að það byggir á þessu gamla spili sem að kallast slönguspilið og hefur að geyma slöngur og stiga og maður ferðast upp og niður slöngurnar og stigana í þessu klassíska spili. En þetta spil býður upp á samsvarandi ferðalag fram og tilbaka án stiga og án þess að hafa slöngu. Og þess vegna heitir slöngulausaspilið. Það gerist með þeim hætti að við köstum teningum, það eru 2 teningar. Og annar þeirra bara hefðbundin 6 liða teningur og hinn, það má vera 10 liða, 12 liða, venjulega 10 til 12 liða sem ég myndi stinga upp á. Við köstum þeim tveimur, leggjum saman þannig að nemendur eru alltaf í einhvers konar hugarvinnu með stærðfræðina, hugarreikningi og ferðast borðið á þann hátt sem að maður bara telur sig áfram ef maður vill. En þetta borð er ólíkt slönguspilinu að því leyti að það er hægt að reikna sig áfram. Skoða nú betur. Má sjá, til að halla þessu svona svo að sjá þetta betur. Eins og sést að þá er hver röð 10 reitir og heldur síðan áfram eins og maður les bók en ekki í hlykkjum eins og snákurinn liðast í slönguspilinu. Þannig undir 10 er reitur 20, undir 20 er reitur 30. Ef maður fer að reit 11 frá 10 þá þarf maður að fara tilbaka eins og texti í bók. Það gerir það verkum að fái maður kast eins og 11, þá getur maður fært hann lóðrétt 1 reit og lárétt 1 reit og þá er komin 11 áfram. Og sömuleiðis, ef maður fær 9, þá getur maður fært hann áfram 1 reit í lóðrétta átt og aftur og bak lárétt 1 og þá er komin 9, 10 mínus 1. Nú spilið gengur þannig fyrir sig að við köstum 2 teningum og ég ætla kannski að snúa myndavélina þannig að sjáu þetta betur. Höfum þetta bara svona. Og ég sný þessu að ykkur. Þannig að, má ég sjá, hérna erum við að byrja. Já, gerum þetta bara svona. Hér eru leikmenn. Og ég kasta. Ég fæ hérna 7 og 1. Það er sama 8, ég er kannski blár. Og enda á 8. 8 er ekki með hring. Þetta er bara venjulegur reitur, þá gerist ekki neitt. Næsti á leik og fær 14. Það vill svo til að 14 er hringreitur. 14 er hringreitur, það lendir þar og dregur þá efsta spilið í litríkum bunka. Hver litur hefur í för með sér annars vegar óvissu, það eru gulu spjöldin sem ýmist vísa áfram með aftur og bak, rauðu spjöldin sem alltaf vísa aftur og bak og grænu spjöldin sem vísa áfram. Og núna er til dæmis óvissa, ég veit ekki hvort er pluss eða mínus. Og að því ég er alveg í blábyrjun spilsins, þá ætla ég að prófa eina reglu sem ég mæli ekki með við yngstu nemendur en þeir sem kunna margfald og eru öruggir í margföldun, þeir geta að prófa þetta. Ég er tilbúin að tvöfalda. Wow. Ég fæ 25 áfram sem þýðir 50. Færslega 50. 1, 2, 3, 4, 50 komin á reit 64. Sem er ekki hringreitur, næsti maður á leik. Nú kasta ég 1 og 3 eru sem á 4. Þessi lendur á 4, það er ekki hringreitur. Blár á leik. Svona getur þetta gengið hratt fyrir sig. 9. Þessi fyrir 9 áfram. Og tækið nú eftir þessu. Þessi fyrir 9 áfram, það færi hann 10 og svo 1 aftur á bak. Lendir á hring. Hann
fær líka gult og þar sem hann í blábyrjun spilsins þá alveg skynsamlegt að taka smá áhættu og tvöfalda. 11 sinnum 2 eru 22. Þá fer 22 áfram, 10, 20 og 2. Svona gengur þetta fyrir sig. Tiltölulega einfalt og þægilegt spil og hægt að spila mjög hratt. Þegar leikmenn hins vegar komast í lokalínu spilsins, og segjum við sem einhvers staðar hér stödd í lokalínunni, þá bætist við einn möguleiki í spilinu. Þá getum við kastað, og við höldum áfram að kasta báðum teiningum, en nú kasta ég hérna í þetta lok, ég mæli alltaf með grunnur lok, eða mjög þægilegt að kasta í það. 7 og tvistur. Þá hef ég 3 möguleika. Ég get notað tvistinn, ég get notað 7 eða lagt saman tvist og 7. Það þýðir að ég get farið hingað, ef ég nota bara tvistinn. Ég get farið og aftur og bak, ef ég ætla að ná 7 því að ég þarf að hitta akkurat í markið. Eða 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sem er samanlega talan. Það 3 möguleikar. 7 og 9 leiða til nokkurn veginn sömu niðurstöðu, við lendum á hring. Það er ekki mjög æskilegt. Ég hef til að mæla með því að taka tvistinn frekar og halda mér áfram í gula reitnum, vegna þess í gula reitnum þá get ég miðað á markið. Ef ég lendi hér, þá vitum við ekki hvað gerist. Hey, ég átti nú ekki von á þessu. Jæja, þið sjáið. Þetta er gangur leiksins. Einfalt spil, hratt, reynir á hugarreikning og ég ætla að hækka myndavélina aftur svo að ég sé mynd hérna sjálfur. Reynir á hugarreikning og einhverju útsjónarsemi en er tiltölulega einfalt í spilinu og hver sem getur unnið. Það er ekki hægt að vinna með slíkum klækjum að sami maðurinn sé alltaf sigurvegari. En það þarf smá útsjónarsemi í lokin og ófyrirsjáanleikinn þegar maður varpast og endurvarpast fram og tilbaka af hringreitunum er svolítið skemmtilegur eiginleiki spilsins og skapar ákveðna eftirvæntingu, jafnvel pínu pirring þegar einhver þarf að bíða eftir að hinn klári sér af og já, og pirringur í spilum er skemmtilegur út af það ganga spil, örlítill, léttur pirringur og stríðni. En ófyrirsjáanleikinn er miklu meiri og spilið er hratt og reynir á örlítinn hugarreikning og þjálfar aðgreiningu tuga og eininga. Og svo er þetta að bæta við alls konar reglum sem ég ætla ekki að hafa orð á hér en það má skoða það síðar. Bara vonandi gengur ykkur vel að spila og það verður gaman að heyra hver reynslan er.